Þetta kallar á samstarf milli fyrirtækja og hins opinbera og mun hafa áhrif líka á minni og önnur fyrirtæki, ekki bara fjármálafyrirtæki. Þannig að þetta er rosalega stór breyting, þetta er gríðarlega svona, kannski ekki stökkbreyting, en þetta fela í sér rosalega stórar hraðarbreytingar á tiltölulega stuttum tíma og það er ljóst að við þurfum að tileinka okkur hvað í þessu felst frekar hratt. Við sjáum líka hjá Festu og það eru fleiri og fleiri hérlendis að gera sig gildandi í umræðinni og það er frábært að sjá sérþekkinguna vaxa og koma svolítið út úr skrifstofurýmunum og við viljum hvetja ykkur öll sem að þekkja til, hafið sýn, hafið eitthvað tengslanet, þekkingu sem að getur gagnast okkar vegferð hérlendis að deila þið bara sem mest og best og líka bara senda okkur hjá Festu og við getum deilt þið áfram og svona. Viljayfirlýsing sjálfbæra fjárfestinga var undirrituð í september af ríkisstjórn Íslands og 80% af fjármálamarkaði hérlendis og það var rosalega mikilvægt skref í rétta átt og við lítum á það sem svona einhvers konar ramma og frekara grundvöll undir þessa vegferð. Í dag ætlum við að hlusta á 3 frábæra sérfræðinga, segja okkur svona upp og ofan af hvað felst í þessu flokkunar reglukerfi, hvaða áhrif það hefur á fyrirtæki á ólíkum stærðum og svona ramma hérlendis og svo í síðasta lagi ætlum við að heyra praktískt dæmi hvernig það er að innleiða þetta svona í hversdagsleikanum og fáum dæmi frá Marel það. Síðan ætlum við að fara í spurningar og svör og bara rétt að henni gef fyrsta ræðumanni orðið að það langar mig að biðja ykkur að senda í tjattinu hér skorin ástar spurningar og ef við erum með hugleiðingar eitthvað slíkt að deila því þá frekar á viðburðarsíðunni á Facebook. Hver ræðumaður hefur cirka 15 mínútur til að tala og síðan hlakka ég til að eiga dýnamískt samtal með ykkur á eftir. Fyrsta erindið er flokkunarreglugerð Evrópusambandsins á mannamáli. Og við fengið til liðs með okkur Helgu Melkorku Óttarsdóttur, hún er lögmaður, eigandi og formaður stjórnar hjá Logos og hún ætlar að útskýra fyrir okkur hvað flokkunar reglugerðin felur í sér á mannamáli, hvenær hún tekur gildi og hvað fyrirtæki og fjármálamarkaði þurfa að gera til að bregðast rétt við. Gjörðu svo vel, Helga. Þakka þér fyrir. Ég ætla bara að fá að setja upp glærurnar því að maður að sjá. Já, nú held ég að þetta sé komið. Er það ekki? Passar það ekki? Er ekki glærurnar komnar upp? Jú, flott. Já, fínt. Góðan daginn. Eins og Hrund benti á að þá er þetta regluverk allt saman. Þetta er svona kannski tiltölulega tyrfið að nálgast fyrst manni allavega svona í fyrstu umferð en það er ágætt, finnst mér, að horfa aðeins til svona forsöguna til að átta sig á því hvað í þessu felst. Og það sem er að ræða er sem sagt þessi reglugerð þessi flokkunarreglugerð, svo nefnd, sem samþykkt var á innan Evrópusambandsins á þessu ári. Og ástæða fyrir því að Evrópusambandið er einhvern veginn komið í þessa vegferð er að þeir menn bara sáu innan sambandsins að til að ná markmiðunum sem að Parísarsamkomulagið gerir ráð fyrir að þá þurfti eitthvað meira til heldur en bara eitthvað svona boðabönn og það þurfti að fá og það þarf að fá sem sagt fjárfesta í lið með sér og svo fyrirtækinu sem sagt starfsemina, hin eiginlegu starfsemi til þess að þetta svona geti mögulega einhvern veginn náð fram að ganga. Þannig að það má eiginlega segja að svona í grunninn eru þetta snýst að svona auðvitað meginmarkmið er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hafa önnur jákvæð áhrif á umhverfið og á sama tíma auka aðgengi af fjármagni fyrir sjálfbæra atvinnustarfsemi og svo gera ákveðnar eiginlega kröfur á fyrirtæki og þá sem er á fjármálamarkaði að gefa upplýsingar þannig að
fjárfestirinn viti svona hvernig hann á að snúa sér, hafa hann áhuga á að skoða þessar svona umhverfis sjálfbæru fjárfestingar. Og það er rétt kannski að nefna það í þessu sambandi að hérna ætla ég að tæpa á þessari svona grunninum hvað var þessi einu reglugerð, en þetta er eiginlega svolítið svona eitt skref í kannski af mörgum hjá Evrópusambandinu og þetta er auðvitað vegferð til langs tíma og einhvers staðar er byrjað og fókusin hér er á umhverfi sjálfbærni. Sjálfbærni nær náttúrulega yfir aðra þætti líka, en það er bara eins og í með önnur stór verkefni, einhvers staðar þarf maður að byrja og þetta er þarna er fókusin settur til að byrja með og það eru svona ýmsar afleiddar reglur og svona regluverk sem að fylgir þessu. En bara svona til að reyna aðeins átt að sjá því svona í stóru myndinni út á hvað þetta allt saman gengur og þessi reglugerð, að þetta eru það að beina flæði fjármagns til umhverfi sjálfbæra fjárfestinga, einhvern veginn að reyna að tryggja það. Og það þarf auðvitað þá að skilgreina hvað er umhverfi sjálfbær atvinnustarfsemi og það þarf að vera einhver svona sameiginlegur skilningur á því hvað fellur þar undir, þannig að það sé, hugmyndin er svo að það sé ekki hægt að kalla eitthvað grænan pappír ef hann er það ekki, heldur að það eru menn búin að setja svona einhverja sameiginlega leikreglur það hvaða skilning menn ætla að leggja í þetta og svo þarf að leggja mat á hvort og þá hversu umhverfi sjálfbærar einstaka fjárfestingar eru. Það er svona ákveðin leiðarvísi settur það og á sama tíma að þá verður til einhvers konar leið eða möguleiki á mati á því hversu umhverfi sjálfbærar einstakar fjármálaafurðir eru og það getur þurft að meta það bara sérstaklega í hverju tilviki fyrir sig. Í grunninn er þetta þannig að til þess að átta sig á hvað umhverfi sjálfbær atvinnustarfsemi, að þá er þetta svona þrír meginpunktar sem að þarf að ná að uppfylla. Í fyrsta lagi er það að þessi atvinnustarfsemi sem ræðir styðji verulega við eitt eða fleiri af nánar tilteknum umhverfismarkmiðum og þetta getur bæði snúist það að þetta sé, þetta er eitthvað tiltekið fyrirtæki sem er að bara horfa á eigin starfsemi, en þetta getur líka verið stuðningur við umhverfis sjálfbæra atvinnustarfsemi einhvers annars. Það getur verið einhvers konar, þú til að mynda getur þetta verið framleiðsla á einhverju tæki sem gerði einhverju annarri starfsemi það mögulegt að verða umhverfis sjálfbær. Og það er sagt það þurfa að vera styðja verulega við. Þannig að það er svona settur ákveðin mælikvarði sem er þó ekki ennþá allavega orðin kannski hávísindalegur, en það þarf að vera eitthvað í þessu sem að svona telur. Og það má ekki valda umtalsverðu tjóni á hinum umhverfismarkmiðunum. Ég kem að þessum umhverfismarkmiðum rétt á eftir að þau eru 6 talsins. Þannig maður getur ekki sagt ég var rosalega góður og með allt jákvætt í einhverju einu markmiði ef að þú einhvern veginn sópar því út svona í einhverju heildarsamhengi með því að hafa neikvæð áhrif, umtalsverð neikvæð áhrif á önnur umhverfismarkmið. Og svo svona það þriðja sem að reglugerðin leggur upp með er að þetta samræmist allt tilteknu lágmarkskröfur og það er annars vegar verið að horfa til svona alþjóðlegra viðurkennda markmiða eins og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og hins vegar er verið að horfa til svona lágmarkskröfur sem að framkvæmdastjórnin setur. Og maður getur bara svona hugsa sér sem dæmi ef einhver ef að það er til dæmis vikið frá einhverjum svona viðmiðum sem að bara maður getur til dæmis horft á þessi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna ef að
þú ert með til dæmis starfsemi þar sem að þú ert að nota ólöglegt vinnuafl og brjóta mannréttindi með þeim hætti, að þá nærðu ekki að vera inn í eðli málsins samkvæmt þessum ramma. Og það er rétt, aftur bara langar mig að nefna það, að hafa það í huga, þetta er ekki bara það að þú ert að horfa á þína eigin starfsemi, heldur getur líka verið að þú styðji við það að önnur starfsemi geti verið umhverfis sjálfbær og uppfylli þessi umhverfis markmið. Og svo þessi umhverfismarkmið, margum töluðu, þau eru auðvitað svona þunga miðjan í þessu öllu saman. Þetta eru 6 markmið sem að horft er til og þetta eru mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum, aðlögun að loftslagsbreytingum. Þessi 2 fyrstu markmið eru tekin svona aðeins framar öðrum sem sagt gildistaka hún er aðeins fyrr. Í þriðja lagi þá er það sjálfbær notkun og vernd vatns og sjávarauðlinda. Svo kemur skipti í hringrásarhagkerfi, þá mengunarvarnir og stýring, vernd og að síðustu vernd og endurheimt líffræðilegs fjölbreytileika og vistkerfa. Og ef maður bara aðeins tæpir á því dæmum hvern og einn þessara flokka, bara svona eiginlega tekið nánast af handahófi. Það fyrsta, mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum, þar getum við til að mynda verið að horfa á framleiðslu orku úr endurnýjanlegum orkugjöfum eða að auka til að mynda vistvænar samgöngur. Aðlögun að loftslagsbreytingum, það geti til að mynda vera, þetta er atvinnustarfsemi sem dregur þá úr hættu á slæmum afleiðingum loftslags og loftslagsbreytinga eða dregur úr skaðanum sem slíkar afleiðingar kunna valda. Þarna gæti þetta til að mynda verið byggja einhverjar flóðavarnir, þetta gæti verið þróa einhverjar leiðir til að verja uppskeru frá þurrki, bara svona svo einhver dæmi séu nefnd. Og hvað varðar verndun vatns og sjávarauðlinda. Þarna gætu til að mynda verið einhvers konar endurnýting á vatni eða koma í veg fyrir að menga fráveituvatn renni saman við hreint vatn. Það væri þá einhvers konar markmið sem að væri að reyna að ná fram. Og hringrásarhagkerfið. Þarna getum við verið að þróa einhverja endurvinnulega vöru eða auka líftíma vara, þannig að viðkomandi vara er lengur í notkun. Svo mengunarvarnirnar, það getur til að mynda verið að koma í veg fyrir útblástur annarra mengandi efna en gróðurhúsalofttegunda eða með því að fjarlæga rusl. Og svo endurheimt líffræðilegs fjölbreytileika og vistkerfa, það gæti til að mynda verið að beita sjálfbærum aðferðum við landbúnað eða timburframleiðslu. Og rétt að hafa það í huga að það er ekki verið að tala um það að þurfa að uppfylla öll þessi 6 markmið. Það er þannig að það er eitt af þessum markmiðum sem er uppfyllt, en það má ekki hafa neikvæð áhrif á neitt hinna 5 þá. Og það getur vel verið að það sé einhver starfsemi sem að uppfyllir bara mörg af þessum umhverfismarkmiðum og sem er náttúrulega bara hið besta mál. En bara aðeins kannski fara tilbaka í þetta. Þetta er svona svolítið sem að maður þarf að vera alveg klára á. Það er styðja við eitt eða fleiri og valda ekki umtalsverðu tjóniði á hinnum umhverfismarkmiðum. Og auðvitað bara betra eftir því sem að fleiri markmiðum er eða fullnægt eða þeim er náð fleiri markmiðum og auðvitað hlýtur það á endanum að vera einhvers konar markmið. Og
svo þetta sko fyrir hvern gilda svo þessar reglur, sko, hvað í rauninni þýða þær í framkvæmd. Það svona kannski stóra málið fyrir vel flesta. Sko þetta ESB regluverk sem mun koma inn í EES-samninginn, þannig að þessar reglur, þetta regluverk mun gilda innan alls EES-svæðisins og þannig að þetta mun gilda á Íslandi. Við þeim sem að fyrirtækjum og þátttakendur á fjármálamarkaði sem eru bundin af þessum reglum, þeim ber að fylgja þeim. Og þetta í rauninni tvíþætt, hverjir eru þá fyrir hvern þessar reglur gilda eða á hvern þær leggja einhverjar skuldbindingar eða skyldur ef maður horfir það þannig, en vonandi, og við trúum því að þetta sé nú mjög jákvætt auðvitað. Þetta annars vegar þátttakendur á fjármálamarkaði tilteknir og þetta snýra þá upplýsingagjöf fjármálaafurðirnar. Þetta geta verið sjóðir, þetta geta verið lífeyrissjóður fallan undir líka, þetta geta verið þeir sem eru að selja fjármálaafurðir til þá aftur fjárfesta. Þannig það ákveðnar skyldur sem að lagðar eru þarna á þessa aðila að sinna upplýsingagjöf og hugmyndin þá sú að fjárfestir sem ætlar sér að fjárfesta í einhverju tilteknu verkefni eða afurð eða hvernig sem það hann á að hafa aðgengilegar upplýsingar það hversu umhverfis sjálfbær þessi starfsemi fyrir það fyrstu þetta kortur umhverfis sjálfbær og í öðru lagi að hvaða marki. Því að það ekki nóg að segja bara haka í bóks og segja já, nei, heldur þarft að meta það hversu mikið að tekjum kemur frá þessari starfsemi og það ákveðin reikni viðmið eða formúlu sem þarna eru settar upp. Og í öðru lagi gildir þetta fyrir stærri fyrirtæki sem uppfylla tiltekið skilyrði. Það grunnviðmið að það séu 500 starfsmenn eða fleiri. Og þetta eiginlega tengist og þetta hluti af þessari ófjárhagslegu upplýsingagjöf sem nú margumrædd ákvæði í ársreikningalögunum sem tekur á því hvað ófjárhagsleg upplýsingagjöf og hvernig henni sinnt. En þó að þetta formlega gildissviði sé fyrir þessi stóru fyrirtæki, að þá ekkert sem segir það að minni fyrirtæki og þau sem ná ekki upp í þessi viðmið, að þau mun ekki fylgja þessu jafnframt. Og hugmyndin náttúrulega sú að það verði eftirsóknarvert og eftirsóknarverðara að fjárfesta í einhverju sjálfbærri starfsemi eða verkefnum sem að styðja við einhverju sjálfbæra starfsemi og það sé bara fjárfestar viti það og fyrirtækin líka hvernig ramminn í þessu öllu saman. Og hvenær erum við að tala þetta taki gildi? Það eru ákveðnar vörður á leiðinni en í stuttu máli að þá það þannig að 1. janúar 2022 að þá taka sér reglu gildi gagnvart fyrstu 2 umhverfismarkmiðunum sem sagt mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum og aðlögun að loftslagsbreytingum og ári síðar hvað varðar önnur umhverfismarkmið. Og bara örstutt rétt í lokin, það sem framundan að þetta eiginlega frekari útfærsla og þróun á þessu regluverki öllu saman. Núna til dæmis til að mynda innan Evrópusambandsins, það þeir kallaða plattform, það samstarfsvettvangur, það sem búið að það eru 50 aðilar sem að sérfræðingar og ýmis samtök og stofnanir sem koma að og það gríðarleg vinna framundan að útfæra þetta frekar. Það útfærsla í þessari tilteknu reglugerð, svo eru 2 aðrar reglugerðir sem að styðja þetta en það eru staðlar og annað sem að verið að vinna áfram að og svo eru fyrir þá sem eru mjög áhugasamir að þá þessi skýrsla sem að framkvæmdastjórnin þessi tækniskýrsla svokölluð sem að hefur gefið út sem að
að ég held í tengli inn á viðburðinum sem mjög gagnleg. Þar ég bara eiginlega mæli með því að fólk fari, sérstaklega það eru svona aðgengilega töflur í viðaukunum þar sem að búið að eiginlega flokka upp og svona merkja við svona tiltekna flokkastarfsemi, þar að segja það fyrirfram búið að svona merkja við það hvort tiltekið starfsemi uppfyllir einhvert þessara flokka eða ekki. Þetta var nú það helsta sem að ég ætla að segja, en við getum komið kannski tilbaka á eftir svona í ef það eru spurningar eða eitthvað frekar. Frábært, takk kærlega fyrir þetta, Helga Melkorka. Þetta var mjög fróðlegt og það eru margar spurningar sem kvikna og það verður gaman að setja þetta í samhengi líka bara við næsta erindi sem að ber yfirskriftina hvað þurfa fyrirtæki að vita til að vera með og vera svona með puttann á púlsinum, og við ætlum að fá að heyra í Gunnari Sveini Magnússyni. Hann sérfræðingur í sjálfbærni hjá Íslandsbanka og hann ætlar að fara yfir áskoranir og tækifæri sem að flokkunarreglugerðin felur í sér. Íslensk fyrirtæki af ólíkum stærðum og gerðum og ákvarðanir sem þau þurfa að taka í dag og hafa í huga. Íslandsbanki nýbúinn að fara í gegnum það að þróa sjálfbærniramma og hann ætlar líka að deila með okkur aðeins lærdóminum af því ferli. Gjörðu svo vel, Gunni. Já, takk Rut. Sjá hvort tæknin sé ekki alveg í lagi með. Er þetta ekki alveg skotelt svona? Svona? Alright. Heyrðu, gott að sjá okkur á Zoominu. Já, eins og Hrund segi þá ætla ég að gera tilraun til þess að tala hvað þetta getur þýtt fyrir okkur, fyrirtæki og fjárfesta, hvað við þurfum að vera meðvituð í tengslu við þetta flokkunarkerfi. Ég starfa í Íslandsbanka eins og Hrund nefndi og við höfum verið að skoða þessi mál og ég ætla kannski aðeins að þunginn af kynningunni verður tengdur okkar vegferð í þessum málum. Við kynntum nýjan sjálfbærni fjármálaramma á dögunum og þá fengum við svolítið eldskírn í þessu, hvað þýðir þetta flokkunarkerfi en byrjum kannski aðeins að skoða við þurfum að skoða hvað þýðir þetta flokkunarkerfi, hvað það og hvað það ekki, og ég held að það sé ágætt að byrja þar. Flokkunarkerfi listi yfir viðeigandi atvinnutengda starfsemi og kríteríur. Það sveigjanlegt og ætlað að taka mið af mismunandi fjárfestingarleiðum og strategíum. Það byggir á nýjustu vísindalegri þekkingu og reynslu úr atvinnutengdum greinum og eins og Helga nefndi dýnamískt. Það mun taka tillit til breytinga og vísinda og nýra starfsemi og tölulegra gagna. Og ég vann nú í Evrópusambandinu nokkur ár og ég getum sagt ykkur að það ekki alltaf dýnamíska stofnun í heimi en ég bara vongóður að þetta reynist rétt. En ég held að það sem að vinna í þessum bransa þeir vita það að þetta hlutin að breytast hratt. Þetta er rosalega ungur flokkur af starfsemi, sjálfbærni. Þannig að ég held að þetta sé algjörlega nauðsynlegt, að þetta sé eitthvað sem er endurskoðun. En kannski líka þá nefna hvað það ekki. Þetta ekki hugsað sem svona reitunarkerfi eða matskerfi til að sirka út hvað eru góð eða hvað eru slæm fyrirtæki. Og þetta ekki einhver listi sem þú getur bara farið inn og þessar fjárfestingar passa inn. Og þetta ekki mat á fjárhagslegri frammistöðu fyrirtækis. Þetta hefur ekkert með það að gera hvort fyrirtæki hagnaði eða tapi. Það bara var að umhverfist átta. Og eins og ég segi, þetta ekki greift í stein og ekki eitthvað sem allir fyrir ekki að breyta. Þannig að gott að hafa það svona í huga þegar maður fer að hugsa þetta. Og hvað innifalið í þessu flokkunarkerfi í dag? Núna í dag þetta 70 atvinnugreinar og þetta byggir á þessum NACE kóðakerfinu.
og það enn eftir að leggja mat á fjölda atvinnustæða sem eins og sjávarútvegur og svona ekki komin inn í þessum dæmi. Og þetta samtal mismunandi atvinnugeira og tengingar við flokkunarkerfi mun halda áfram og þrátt fyrir að þið setji flokkunarkerfi samkvæmt þessari tímalínu sem að Helga nefndi, þú veist, að þá mun þetta halda áfram að þróast og gerast. Og hérna sjáum við bara dæmi nokkra svona kóðum sem að fylgja þetta undir. Kostir og tækifæri, ég held að þú veist, maður að hugsa svona alltaf í lausnum og tækifærum og þannig að ég tala meira það heldur en hitt. Það sem ég held að verði gott, það sem hefur verið vandamálið í þessu græna landslagi undanfarið ár að svona einhverja falli í þá freistni að fara að skreyta sig með svona misgrænum fjöðrum og ofta að fyrirtæki kannski ekki alveg vita hvort þau voru talið sig vera græn eða vera að gera rosa góða hluti, en svo hafa þau ekkert verið að gera. En það sem að flokkunarkerfum hjálpa þeim fyrirtæki sem hafa áhuga að vita, að þau geta þá séð alveg skýrt sko hvað hluti starfsemi þeirra þarf að uppfylla til að telja sjálfbær. Og þetta mun gefa þeim þá tækifæri til þess að leita út á markað eða til fjárfesta og ná sér í fé og við höfum betur við þá eftir. En svo fyrir fjárfestana sem á móti, það er rosaleg vakning á meðal fjárfesta varðandi kostina við umhverfisvæn verkefni. Og það sem að kannski hefur vantað svona þess að við getum farið og borið saman einhverju fyrirtæki út frá einhverju fjárhagslegu mælikvörðum. Það hefur það ekki verið hægt út frá umhverfisvænum sjónarmiðum og þau sem þekkja til ESG-kríteríunar eða UFS eins og heitir á íslensku, umhverfisvæn, félagslegir þættir og stjórnarhættir, að það hefur það svolítið verið villt af vestri, má segja. Þetta hefur ekki verið samræmt, við getum nefnt dæmi að eitthvað fyrirtæki getur verið með góða ESG-einkunn hjá einu matsfyrirtæki en slæma hjá öðru og þannig að það hefur meðal annars komið upp hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóðabankanum á aðalfundum þeirra var kallað eftir. Þetta er samræmt að gengi ekki að vera með mismunandi. Oft það þannig að ef fyrirtæki kaupa sér ESG-reitun eða eitthvað, þú veist, borga fyrir það, þá fá þau góða einkunn. Ef þau gera það ekki, þá fá þau ekki, þú veist, þannig að þetta þarf fjárfestar þurfa að finna svolítið komfort í þessu, að þau geta að horfa á og geta borið saman, þú veist, like for like kosti. Og kannski líka gott að nefna, þó þetta sé evrópskt, þó þetta eigi við Evrópusambandið og okkur á EES-svæðinu, þá mun þetta verður engin landfræðileg takmörk á þessu. Þetta verður þó að sé virkjun í Chile eða einhver endurnýjanleg orka í Afríku eða hvað sem það getur verið, að ef það uppfyllir skilyrði flokkunarkerfisins, þá máttu fjárfesta í. Það er gott að það er. Og svo aðeins varðandi upplýsingagjöfina að sko, kannski, ég ætla ekki að kalla þetta ókostina, en þetta er samt eitthvað sem við þurfum, sko, þetta er eitthvað sem við þurfum að hugsa á Íslandi. Við erum flesti sem eru á fjármálamarkaði að vinna með erlendum fjárfestum eða á erlendu fjármálamörkum og fyrirtæki fjárfesta munu þurfa að upplýsa fyrir fjárfestingar hvort og hvernig flokkunarkerfi hefur verið notað til að ákveða hvort fjárfestingi sé sjálfbær eða ekki. Og svo þarf að reikna út og tilgreina hlutfall þeirra fjárfestinga sem eru að fjármagna verkefni sem falla undir flokkunarkerfi. Og hér er tafla sem ég stal frá framkvæmdastjórninni svona hvernig þau sjá fyrir sér hvaða not og notendur nota taxonomy í upplýsingagjöf. Þannig að eins og sjá þetta býsna þungt á verðbréfamarkaðinn. Það er lífeyrissjóðir, eignastýringarfyrirtæki, vátryggingafyrirtæki og svo fjárfestingarbanki. Þannig að það fara djúpt í þetta en þarna verður töluverð auka upplýsingaskylda myndast fyrir íslensk fyrirtæki. Svo verður náttúrulega alltaf, eins og í þessu í dag, þetta er optional, menn í dag
mörg og flest stærri fyrirtæki í Íslandi eru farin að gefa út svona ESG-skýrslur eða sjálfbærniskýrslur og þannig að ég sé alveg fyrir mér sko að þetta sem er hægra megin sko með optional sem er valkvætt að fyrirtæki mun alveg fara að birta upplýsingar þessu tengt líka. Þannig að þetta er svona yfirlitið það að hvað er framundan varðandi upplýsingaskyldur. En við förum aðeins á sko aftur á tækifærin og náttúrulega búin að liggja í þessu núna í nokkra mánuði. Þú veist, hvernig getur maður notað evrópskar reglur og hvort sem það tengst taxonomy eða ekki til þess að auka fjármögnunar möguleika. Og hluti af taxonomy er að Evrópa samt alltaf taka upp umhverfismerki og svona sem að munirinn sko gefa vörum stimpil, hvort það séu grænar eða ekki. Og þetta árin eftir að klárast þessi vottun en þetta mun held ég vera game changer og hjálpa mikið varðandi grænþvott. Og sama kannski má segja sko, eins og með Green Bond standard. Þetta er að búa til staðlaða evrópska leið til að gefa út græn skuldabréf. Og það er kannski sem ég langaði aðeins að stoppa við því að ég sagði, við höfum nýlega farið í að búa til ramma og við skoðum að þetta mjög vel, án þess að stoppa mikið við þetta, hún er bara nefnir þetta Helga, en við skoðum þetta mjög vel þegar við bjöggum til ramman okkar. Þó að eins og með umhverfismarkmiðin, hægra megin, það er rauninni bara komið viðmið fyrir 2, þetta er svolítið að þróast ennþá, en þá var þetta okkur ofarlega í huga og sérstaklega eins og við skoðum skilyrðin að do no significant harm, að þetta er eitthvað sem er fjárfestar alveg að spyrjum í dag, þó að það sé kannski ekki komið beint inn í innleið. Þannig að kannski bara aðeins þetta eldsnöggt, hvað þarf að gera til þess að búa til að geta gefið út sjálfbær skuldabréf og ég sé alveg svona fyrir mig með það sem ég lesi þetta mun ekki breytast mikið til Green Bond standard. Því að hann mun byggja miklu leyti á núverandi Green Bond principles og það er svona viðmið sem eru gefin út af International Capital Markets Association, samtök fjármála fyrirtækja á verðbréfamarkaði og það sem þú þarft að gera og kannski er að lýsa eins ferlinn okkar að þú þarft að byrja, þú fara í nafla sko, þú þarft að skoða sem banki eða hvort þú fjárfestir eða banki eða fyrirtæki, þú þarft að skoða reksturinn, hvar erum við með grænar eignir, þú veist, er eitthvað sem að umhverfistengt, blátt við skilgreinum tókum það sérstaklega út fyrir mengi, þannig að það sem tengir sjávarútvegi, en í raun er það ekki nauðsynlegt, en þú getur bara haft þetta bláa undir því græna, en þetta er eitthvað sem við viljum gera til að leggja áherslu á sjávarútveginn og það mikilvægi hans fyrir Ísland. Og svo er eitthvað sem á eftir að koma, en er náttúrulega ekki ennþá í taxonomy, það er þessi félagslið og bara eins og skólar, spítalar, uppbygging á atvinnustarfsemi kvenna eða brothætt byggð. Og þú ert að horfa svolítið á hvað er ég að fjármagna ný verkefni, þú veist, eitthvað sem er í pipeline í pípunni, sko, eða er ég að fara að endurfjármagna eitthvað sem er nú þegar í safninu mínu og svo þarf ég að horfa út frá capex opex, þannig að capital expenditure eða operational expenditure og fjármagns eða rekstrar. Og svo er það búin að gera þessa greiningu og þá þarf þetta að setja í svona ramma í kringum þetta. Þú þarf þetta þessar meginreglur ICMA og þú styðst við þær og eins og ég segi, ég á ekki vona að verða einhverjar stórkostlegar breytingar, en það verður hugsanlega áherslubreytingar á milli, en ICMA er með reglur græn skuldabréf, félagsleg og svo sjálfbær. Og sjálfbær er ef þú ert með blanda af grænu og rauð félagsleg.
og svo þarf þetta að fá okkur til þess að votta þetta. Þannig að þegar þú ert búin að búa til ferlana, skilgreina hver gerir hvað, upplýsingagjöf, að þá færðu ytri aðila, getur verið Sustainalytics sem við notum, sumir hafa notað Cicero, fleiri ISS, bara komin nokkuð stór og góð fyrirtæki sem að gera þetta. Og þegar þú komið þetta trend, þá getur farið út og náður í sjálfbæra fjármagn. Og eins og við gerum þetta sem til okkur og þetta eru fjórar forsendur sem þú þarft að uppfylla. Það er ráðstöfun fjármagna, þannig að þú ert að skilgreina á ensku heitir þetta use of proceeds, hvaða verkefni falla þarna undir. Svo þarf þetta að búa til ferli í kringum þetta, mat og val á einstöku verkefnum. Þannig að þú þarf að hópa fólki eða eitthvað gæðastimpil, það er að vera eitthvað gatekeeper sem passar að þú sett ekki að setja inn í rammanum verkefni sem eiga ekki erindi þar. Og halda vel utan það til hliðar við venjulegu verkefni. Þannig að góð sem banki eða einhver annar rekstri, þú verður að passa mjög upp á að blanda þessu ekki saman. Því það sama á við þrjú, þannig að peningarnir sem koma inn, að þú þarftir að passa þessi nægar eignir á móti. Þannig að ef þú gefur út skuldabréf sem fyrir 10 milljarða króna, þá þarf þetta að passa að þú eigir svona 10 milljarða. En við erum það þarf kannski ekki að gera strax, því eins og ég segi, þú vilt hafa blöndu af nýjum og gömlum verkefnum. Fjárfestar vilja í rauninni ekki sjá að þú farir séu bara að setja peningar í verkefni sem er eitthvað gömul og búin að vera í bókum þínum lengi. Þú vilja sjá að þessi peningarnir þeirra sé að fara að styðja við einhverja breytingu. Þannig að það er smá aðlögunartími, en eins og við horfum á þetta, það pípan okkar, við þurfum að hana svolítið skýra. Og þetta líka gefur okkur líka hvatningu sem fyrirtæki. Við þurfum að fara að ná í græn og sjálfbær verkefni. Og svo er númer 4 og það er þetta varðandi gagnsæi og upplýsingar. Þetta skiptir gríðarlegu máli. Og í dag, og kannski segja í dag er þetta undir þessum Greenbond Principle, þetta er allt svolítið valkvætt. Það er engar stífa reglur byggt og það er traust, það þarf að myndast traust á milli útgefandans og fjárfestana og það er því miður hefur alveg komið upp að það hefur trausti hefur ekki, fólk hefur ekki, fyrirtæki ekki farið alveg nógu vel með það. Ég held að það sé kannski líka einn af hvötunum fyrir Greenbond standard. Það á að gera þetta miklu meira robust og meira Hérna kannski bara eldsnöggt til að sýna ykkur svona dæmi hvað eru græn sjálfbærniverkefni eins og við gerum. Við setjum 9 flokka en orkuskipti í samgöngum, þið þekkið þetta, rafbílar, það er gríðarlega mikil aukning í rafbílum. Vistvænar vörur, þetta eru vörur sem eru með skonar vottanir á sér, Fairtrade, Norræni Svanurinn, Brím, fleira. Orkusparnaður, Ísland þekkir það vel, sama og varðandi endurnýjanlega orku, mengunarvarnir og svo kannski númer 6, kannski ágætt að nefna græna byggingar. Þetta er eitthvað sem og svo vistvæn stýring á náttúrulegu svæðum, landnotum, votlendi, skógrækt, sjálfbær sorpvinnsla og svo ýmislegt tengt upplýsingar. Þannig að þetta gefur okkur eitthvað innsýn inn í hvernig allt þetta mun passa inn í flokkunarkerfið. Þannig að við erum byrjuð að nota flokkunarkerfið í okkar lánamálum fyrir þennan ramma. Og hérna á þess að kannski stoppa mikið hér, en hérna sjáum við hvernig flokka við settum upp fyrir bláa flokkin. Þetta er sama og fyrir sömu flokkarnir og græna, nema að við heimfærum þessa yfir á sjávarútveg. Og svo er hérna félagslegu flokkarnir fyrir neðan. Þið getið lesið meira þetta á heimasíðunni okkar, ramminn er þar og upplýsingarefni. En kannski enda bara á þessu, að þetta er bara að fara að gerast eins og Helga nefndi, og við erum í samskiptum við fjárfesta og lántækendur og það er allir farnir að hugsa þetta og tala þetta. Þó að þetta sé tæknilega ekki byrjað, þá er þetta samt byrjað.
þið ykkar sem á Þorsteinn tala betur þetta á eftir, en þannig að það bara skiptir gríðarlegu máli að þeir sem í svona langtíma stefnumótun að setja sér einhver plön að þau séu að taka þetta inn í mengið og ákvörðunartöku. Og þú veist, það eru dúndu tækifæri fyrir Ísland og íslensk fyrirtæki út frá umhverfisvænni starfsemi og fjárfestingu. En þetta krefst ákveðna grunnvinnu, þetta krefst skipulags og hugsunar. Ég meina, það sumt af það sem maður bara eitthvað, það er tími í þetta. En ef maður spólar svolítið tilbaka og hugsa, ok, til hvers ég að þessu? Ég að þessu út af því að ég held að þetta muni hjálpa að gera heiminn betri. Þetta muni hjálpa okkur við að fá hreinna loft, hreinni umhverfi, fyrir börnin mín, framtíðina. Og þegar maður með það í hausnum á sér, þá einhvern veginn verður vinnan miklu meira áþreifanleg. Þetta verður skemmtilega, þetta verður meira meaningful. Og þó að maður þurfa að lesa einhverja 70 NAS-kóða og fara í einhverja greininga, þá með maður að minna sig á, ok, þetta er purpose. Og þannig að ég svona hvet ykkur til þess, þau sem eru að hlusta á þetta erindi, farið að kynna ykkur þetta. Það þarf ekki líka að vera fullkomið í byrjun. Við vitum alveg að ramminn okkar, við munum líklega þurfa að endurskoða hann á einhverju tímapunkti þegar að taxonomy kemur í fullt force. En punkturinn við erum komin á stað og við erum byrjuð að spá í þessu og við erum verðan tilbúin þegar að þetta byrjar. Þannig að ég held ég stoppi bara hér og hlakka til að ræða frekar í spurningum eftir. Frábært, Gunni. Takk fyrir þetta og takk fyrir líka bara innblásturinn. Þetta tengist ekki síður hugvitinu en bara líka að sjá þessa stóru mynd og þetta stóra markmið, stóra samhengi sem að gefur okkur alltaf svo mikið aukinn kraft í vinnuna hjá okkur og við hefum stórt verk fyrir höndum og það svona hluta þessu sem að þú veist, hluta þessu hljómar einmitt svo stórt og mikið og búrókratískt og kóðar og eitthvað, þú veist, mann langar bara undir sæng og leggja sig á einhverju tímapunkti, en að sama skapi þá þetta líka svo gerlegt og það svo frábært að sjá, þú veist, hvernig þeir byrjuðu að vinna með þetta hjá Íslandsbanka, Helga Melkorka búin að vera að skoða þetta í langan tíma og nú komið að því að heyra frá honum Þorsteini Kára Jónssyni, hann forstöðumaður sjálfbærni og samfélagstengsla hjá Marel og eins og við vitum öll að þá Marel alþjóðlegt fyrirtæki og hann ætlar að segja okkur frá því hvað þetta þýðir í praktík og Marel þegar byrjað að vinna með flokkunarreglugerðina eins og komið hefur fram. Þetta þegar byrjað að praktíkera þessa reglugerð víða heim og hún mun hafa gríðarlega mikil áhrif á rekstur Marels og ég ætla bara að bjóða þér orðið, Þorsteinn. Gjörðu svo vel. Þakka þér innilega fyrir Hrund og takk Helga og Gunnar fyrir að fara svona vel yfir þetta. Þetta er risavaxin breyting og hún svo flókin að ég held að maður geti lesið þetta. Þetta nota bene Hrund, ég ætla bara að fá að segja að þetta miklu skemmtilegra heldur en þú sagðir hérna upp á við. Þetta alveg það ótrúlega áhugavert að sjá hvað búið að leggja mikla vinnu, hvað margir hagsmunaaðilar komið að þessari vinnu og hvað einhvern veginn svona opin og skemmtileg umræða bara hvað þetta mikið verkefni í þróun. Mér finnst líka mikilvægt að koma inn á það hvað Evrópusambandið hefur verið skýrt í því að setja upp og fylgja eftir þessu sem þeir kalla The Green Deal sem að stóru pólitíumálin þeirra og það sem Evrópa ætlar að gera að taka þessi leiðtogahlutverk þegar kemur að umhverfis- og loftslagsmálum og þetta bara risavaxið skref í því að geta fylgt eftir þeim yfirlýsingum. Þannig að það eru mikla breytingar í gangi og það ánægjulegt að sjá svona þægileg og góð tól vera að koma í dagsljósið núna sem geta hjálpað okkur aðeins að skilja þetta betur. Ég ætla ekki að vera með ég ætla ekki að deila neinu en ég ætla bara að vera með eldsnöggt mjög stutta ég held að það sé bara best að gera þetta svona kynningu og ég veit ekki sést þetta? Já, cool þetta bara mjög stutt ég ætla bara að renna yfir bara til að sýna ykkur aðeins hvernig þetta hefur áhrif á Marel
vegna þess að eins og Helga komin á, þá þetta er ekki kerfisflokkunarkerfi. Þannig að matvælaframleiðsla ekki hluti af þessu eða orkuframleiðsla, heldur þetta sem sagt atvinnugeirar sem eru sem sagt fara inn í þetta flokkunarkerfi. Þar af leiðandi rosalega mikið af atvinnugeirum sem að falla ekki beint undir flokkunarkerfið en eru rosalega tengdir því og það akkúrat þar sem að Marel kemur inn. Sko við erum sem sé global provider of advanced processing systems, software and services to the poultry, meat and fish industries. Og það sem þetta þýðir að við erum sem sé að framleiða tæki og lausnir og þjónustu og hugbúnað fyrir fyrirtækin sem vinna matvæli fyrir okkur neytendurnar. Þannig að við erum bara að sjá eða gera þessi tæki, við erum ekki í matvælaframleiðslu, við erum ekki í neinni, við erum ekki með neinn bóndabíli eða einhverja sjókvír sem að við rekum, við erum bara að framleiða tækin sem að stuðla að sem sé, sjálfbæri framleiðslu á maturum fyrir neytendur. Og markaðurinn sem við erum á kjúklinga, kjöt og fiskmarkaðurinn. Við erum nánast einvörðungu í dýrapróteini. Og eins og við sjáum hérna, ef við svona hólkum niður virðiskeðjun okkar að frá sem sagt hardware eða tækja hlutunum okkar, þá erum við frá því sem að heitir samkvæmt skilgreiningum hjá FAO post-farm gate, eða alveg frá því að sem sagt afurðin kemur af bóndabeinum eða úr sjókvíni og alveg þangað til hún send út til kúnnans sem getur verið sem getur verið retail-aðili, það getur verið veitingastaður, það getur verið hótelkeðjur eða einhver risastór catering business, getur verið alveg endalaust mikið af fyrirtækjum sem að fá síðan vöruna frá okkar viðskiptavinum, þau fá hann aldrei frá okkur. Hins vegar framleiðum við tækin sem að sér sem sagt að meðhöndla dýrin þegar það er verið að flytja þau frá bóndabænum eða fleira og við sjáum tækin sem að skera niður og kannski hvað maður segja, já, roðflett allaveg fiskin og fleira í þeim dúr og við sjáum líka sem sagt við gerum líka tækin sem búa til pulsurnar eða naggana eða reykja matinn eða fleira í þeim dúr. Þannig að við sem sagt sjáum alla þessa virðiskeðju eða sem sagt að búa til auki virði fyrir viðskiptavinum okkar. Það sem áhugavert í þessu að það ekkert inn í sem sagt, þessu flokkunarreglugerðinni sem á sérstaklega við Marel. Manufacturing það allavega eins og ef þú ert í sementsframleiðslu eða þú ert í stálframleiðslu, það ýmislegt sem fer þarna inn í en það ekkert fyrirtæki sem að framleiða það sem heitir industrial capital goods eða sem sagt, fyrirtæki sem að hjálpa við framleiðslu á einhverju öðrum. En hins vegar já, ég ætla að sýna ykkur þetta. Þetta bara svo við sjáum hlutfallið á tekinum okkar. Langmest í kjúkling, það svona þriðjungur í kjöti og síðan restin í fisk. En ég ætla að sýna ykkur, af því að Helga talaði að inn í þessari tekskýrslu, þar getur maður að sé þessar töflur, bara hvaða geirar eru þarna inni, hvaða atvinnugeirar. Og það voru búið að vera rosalega mikið af umræðum síðustu svona 2-3 árin það hvað myndi fara þarna inn og mikið af lobbyistum, ég held að það hafi verið yfir 500 hagsmunasamtök sem að sendu inn athugasemdir og reyndu að koma sínu geira inn eða töluðu gegn einhverjum öðrum geira og ótrúlegustu geirar sem hafa til dæmis verið flokkaðir sem sjálfbærir hingað til og náðu ekki þarna inn og það sérstaklega tekið fram. Þar á meðal til dæmis kjarnorka sem að hefur í mörgum til dæmis svona sjálfbærniskýrslum verið flokkað sem endurnýjanlegur orkugjafi vegna þess hversu hreinn hann hann náði ekki að fara þarna inn og sama áttu við allan svona skógræktar landbúnað sem ekki bara ræktun á landi, heldur svona sustainable svona eins og til dæmis bara pappírsframleiðsla. Og ég bara fór inn í það samtal sérstaklega til að kynna mér að þar sem sagt pappírsframleiðsla sem rosalega stór hluti af svona landbúnaðar
iðnaðinum í Evrópu nær ekki inn vegna þess að þó að þið segir við ætlum að gróðsetja 3 tré fyrir hvert einasta tré sem við fellum til að búa til klósettpappír eða hvað svo það að þá segir Evrópusambandið á móti já, en það sem væri raunverulega sjálfbært væri einfaldlega að fella ekkert tré vegna þess að það tekur langan tíma að byggja upp skó sem að virkilega búin að binda kolefnið. Þannig að við að koma okkur bara ekki á óvart en okkur fannst gaman að sjá að livestock production sem sé hvernig dýr eru ræktuð bara eins og bara sauðfjárræktir á Íslandi eða kjúklingaræktir eða eitthvað þannig það fór inn í taxonomíð en það eru rosalega mikil skilyrði í kringu það og aðalástæðan fyrir að fer inn vegna þess að það eru svo ofbáðslega mikil skammtímatækifæri fyrir landbúnaðinn að taka á þeirri miklu kolefnislósun sem á sér stað akkurat í þessu sem að kalla livestock production. Þá sérstaklega talað sauðfjárrækt og jórturdýr, þannig að nautgriparækt og sauðfjárrækt og geitarækt og það er ekki mikið í Evrópu en það í Bandaríkjunum tiltölulega mikið buffalorækti líka og en það er einhver í Evrópu og síðan dairy eða svona mjólkurbú. Þetta talað um að þessi geirar allir þurfi að taka sig verulega á til þess að geta farið í það sem heitir net zero economy í áttina transition to low carbon economies eða fara í net zero og þarna sjáum við líka að það er búið að gefa það er ekki gefið grænt á enabling activities og þarna verið að tala þá kannski landbúnaðarvélar eða einhverja svona ræktunarvélar eða eitthvað þannig, þær fá ekki fara þarna inn en bændurnir sjálfir og það hvernig þeir fæða dýrin og hvernig þeir sjá losun og úrgangi og fleira, það það sem er verið að leggja áherslu á og síðan þetta sem heitir transitional activity sem þá til dæmis eins og að fara úr nautgriparækt yfir í kjúklingarækt eða fara úr nautgriparækt yfir í baunarækt eða eitthvað í þeim dúrnum. Og þetta rosalega mikilvægt fyrir Marel vegna þess að í rúmlega kannski 2 ár þá höfum við verið að fá spurningar frá fyrst og fremst fjárfestum sem eru byrjar að hugsa það sem að hafa verið á þá leið að þeir hafa viljað vita hversu stór hluti af okkar tekjustreymi sjálfbært eða sjálfbær iðnaður. Og við höfum átt mjög vel með að segja að fiskiðnaðurinn sé það vegna þess að hann með tiltölulega lágt kolefnisspor. Við höfum það hefur verið tiltölulega þægilegt að tala kjúklingaiðnaðinn en það hefur verið erfiðara að tala kjötiðnaðinn sem eins og við sáum áðan þriðjungur af tekjum Marel. Hins vegar núna þá sjáum við það að samkvæmt þessu þó að okkar business sé ekki í EU taxonomy, þá getum við talað að tekjustraumarnir sem við erum að vinna með, að þeir eru aligned with the EU taxonomy. Af því að viðskiptavinir okkar, aðalbyrgjarnir þeirra eru bændurnir sem að rækta dýrin og oft viðskiptavinurinn okkar sjálfur í ræktun. Þannig að það hefur ofboðslega mikil áhrif á iðnaðinn sem við erum að supporta. Og það sem kannski líka rosalega mikilvægt að tala um að við Íslendingar þekkjum það kannski ekki nógu vel til dæmis varðandi matvælaræktun nema kannski fyrst og fremst í sauðfjárræktinni en að þetta ríkisstyrktasti og mest subsidized iðnaður í heiminum landbúnaður og það vinna ótrúlega margir í landbúnaði í öllum heiminum að vinna þetta ótrúlega stór hluti af tekjum bara svona GDP heimsins inn í landbúnaði og þetta hefur rosalega mikil áhrif vegna þess að þetta stór hluti af landbúnaði einmitt ræktun á dýrum fyrir matvöru fyrst og fremst. En líka það sem mér finnst mjög mikilvægt að koma inn á nú ætla ég að sjá hvort ég get sérað má ég sjá þetta ég ætla bara að sýna ykkur svona hvernig Marel líka kemur inn í þetta og hvernig við styðjum við þessa
að vera með sem sagt að vera með sjálfbæran iðnað í raun og veru þó sem ekki 100% inn í taxonomíunni núna. Það að matvæla, ef við horfum á hvernig kolefnislosun í matvælageiranum, að það svona 80-90% talað að sé í landbúnaðar, eða sem sagt í farming hlutanum, en ef maður kafar aðeins dýpra í þetta, þá þetta bara til að gefa ykkur skalan á því, að sem sagt á hverju ári þá erum við sirka 10-falt, sem sagt bara matvæla úrgangur 10 sinnum Manhattan. Þetta úr skýrslu hjá Boston Consulting Group sem gaf út fyrir svona 2 árum einmitt matarsóun, og síðan fer maður að skoða hvern einasta geira hérna og við sjáum það að grænmeti og ávextir, þarna voljúmið mest að fara til spillis. Sjáum það að kjötið og mjólkurvörur og sjávarafurðir, þetta eru geirar sem eru tiltölulega langt undir þessum svona stóru sóunaraðilum. En ef við horfum líka hérna, mér finnst þetta eiginlega merkilegasta myndin, það sem sagt framleiðsla á matvörum, það 500 ml, þetta sirka bát, þetta rétt rúmlega 1/4 af allir voljúminu í kílóum. Hann á sér stað í framleiðslunni og það ekkert brjálæðislega mikið sem á sér stað í akkurat hjá okkur hérna nákvæmlega sem við Marel erum í. En hins vegar höfum við rosalega mikil áhrif á þetta hérna, og ef við horfum líka á ef við horfum á út frá fjármunum, þá rosalega mikið af losuninni sér stað hérna í sem sagt consumption hlutunum, og Marel er lykilaðili að tengja þetta hérna saman. Og það sem að ég sýndi ykkur áðan með virðiskeðjun okkar, þó að hardverið, þess að tækin okkar sjá aðeins lítil hluta af virðiskeðjunni, þá hugbúnaðar hlutin okkar eitthvað sem næri yfir alla virðiskeðjuna. Og það eitthvað sem verið að kalla rosalega mikið eftir núna. Og ef við skoðum bara svona lykilþætti í hvernig á að leysa matvælasóunina, að þá að hætta að vera með það sem heitir svona supply driven economy í matageiranum, sem bara framleiða nógu mikið af mat eins og hefur verið gert hingað til, og síðan sjá hvort hann selst, og ef hann selst illa þá seljum við þetta bara útsölu, og ef það selst illa þá bara hendum við þessu. Og við sjáum nú bara sjálf hérna á Íslandi hvernig oft eru gámarnir fyrir utan matvöruverslanir fullir af mat sem að geti bara verið allt í lagi. En það svo mikilvægt að fara úr því að vera í þessu sem heitir supply driven yfir í demand driven. Og það það sem við heldum að við getum hjálpað okkar viðskiptavinum alveg svakalega mikið með, og þannig erum við í raun og veru svona leiða samtalið í þessu svona umræðunum sjálfbærni. En ég ætlaði bara að hafa þetta svona tiltölulega einfalt og stutt og laggott það hvernig Marel hefur verið að nota þetta, og við erum rosa spennt líka bara að eiga samtalið við okkar viðskiptavini og samtalið við okkar fjárfesta hvernig það verður tekið áfram á þessu sem sé í okkar geira. Og ég var bara rétt áðan, ég hringdi í morgun í framkvæmdastjóra sem yfir kjúklingaiðnaðinum, sem stærsta tekjusviðið okkar, og hann nýbúinn að eiga fundi með mörgum forstjórum sem eru stærstu fyrirtækjanna, og umhverfismál eru alveg svakalega ofarlega á baugi hjá þeim. Það náttúrulega eins og við erum í Hollandi, það náttúrulega nítruskrísa, nítrogenkrísa sem að tröllriða öllu í landbúnaðinum. Það bara við erum búin að pumpa allt of miklu af áburð ofan í jarðveginn, og það bara að fara að hafa neikvæð áhrif á vatni til dæmis, og það hluti sem fyrir ekki nógu skýrt inn í þennan hluta, en á eftir að koma miklu betur inn í taxonomy þegar við förum yfir í ekki bara hann A og B hluta, heldur C, D, E og F hlutan af svona sjálfbærni, hvað sem við kallum þetta, umhverfis markmiðum. En eins og ég segi líka, það gaman að ræða þetta við fólk, af því að þarna erum við allt í einu komið svo mikið svona fasta í hvað á seiði, sko, þegar kemur að sjálfbærnimálum og hvað eru sjálfbærir iðnaðar og hvað virkar ekki. Og
að rétt áður en ég slekk, áður en ég setja á mute og við förum að tala saman og svara spurningum. Og bara, það rosa mikið orkuframleiðslu í tech-reportinu og það rosalega skýr viðmiðin í sumum þar, eins og til dæmis að það þurfa að vera búið að framkvæma mjög nákvæmar lífsferilsgreiningar í þessu svona vatnsfallsvirkjunum til dæmis og saman með jarðvarmavirkjanir og það þurfi að vera búið að reikna rosa mikið og vel út hvert kolefnissporið við til dæmis byggingu á virkjunum. Fyrir utan að það mun vera tekið sérstaklega tillit til þess hvernig áhrif að byggja virkjanir hefur á umhverfið. Sem sé bara, erum við að drekkja svæðum sem eru mikilvæg fyrir líffræðilegan fjölbreytileika og annað sem að komið þarna inn í, bara það skrifað inn í taxonomíð, að við þurfum að taka sérstaklega tillit til þess. Þannig að það margt sem að Ísland hafa í huga þetta og ég bara vona að við verum öll algjörir sérfræðingar í þessu eftir svona í síðasta lagi 1,5 ár. Takk kærlega fyrir þetta, Þorsteinn. Já, ég held að leiki enginn vafa á því að við verum öll sérfræðingar í þessu eftir 1,5 ár. Þetta samt svo góður punktur af því að það pínu þannig sem að við þurfum að hugsa þetta. Það mjög mikilvægt. Ég aðeins að skrolla yfir, þetta svona blanda af hugleiðingum og spurningum sem hafa komið fram. Mér langar kannski að biðja fólk að þegar að þeir sendir spurningar að hafa þær skorinortar og spyrja beint og þannig við nýtum tíman vel. En það eru svona blæbrigði í þessum hugleiðingum og spurningum og eitt til dæmis bara þarf ríkið ekki að fara að kynna þetta betur. Og það svo góður punktur og ég kom inn á það í byrjun og það hefur verið rætt í gegnum þessi erindi að þetta fjallar svo mikið samstarf milli hins opinbera og einkageirans og mér finnst líka koma mjög mikið hér í gegn í þessu samtali að einkageirinn að taka þetta í sína hendur vegna þess að markaðurinn farin í þessa átt. Og það oft þessi tókstýrta á milli þess að lög séu sett og það eitt að setja lög og það annað að framkvæma þau eða reglugerðir og svo framvegis. Við þurfum einhvern veginn að tileinka okkur þetta og Þorsteinn kom mjög vel inn á það áðan að það langt og mikið ferli og mjög skemmtileg vinna og dýnamískt samtal sem á sér ennþá stað í kringum mótunina á þessum hugmyndum og ég velti því fyrir mér hvað mikilvægast fyrir okkur ef við ætlum að ná þessu 1,5 ári og nú spyr ég ykkur bara allt þrjú. Það að við byrjum strax eða höldum áfram að miklum krafti að ræða þetta á dýnamískan hátt og tökum þátt í ferlinu til þess að geta tileinka okkur þetta að þetta hvort að fara að gerast og hvort á innleiðingu reglugerða sé ekki alveg komin eða eigum að bíða eftir því að ríkið taki taumana hvort mikilvægara ferli eða útgáfa reglugerða á Íslandi af reynslunni. Kannski ég maður byrja þér, Þorsteinn. Þú ert á mute. Já, ég datt út. Ég komin inn hérna. Getur endið ekki spurninguna, fyrirgeðu? Já, þetta var mjög spurning. Ég var að velta því fyrir mér, við erum að tala svona, að ég að draga saman svolítið hugleiðingar og spurningar úr tjattinu. Spurningum að ríkið grípi núna inn í og í reglugerðina. Ferli kannski aðalatrið fyrir okkur bara núna í dag? Af því mér heyrist bara á ykkur, þið eru bara komið langt í þessum pælingum, markaðurinn að tala til ykkar. Hvernig Já, ég held að ríkið þarf til dæmis í sinni loftslagsáætlun að taka ég held að það sé bara mjög eðlilegt að taka tillit til þessa. Þannig að við tölum bara algjörlega umbúðalaust hlutina. Við getum ekki verið að setja hluti inn í loftslagsáætlunum okkar sem að samræmast til dæmis ekki svona viðmiðin sem að koma fram í þessu. Við getum ekki verið að tala að við séum að vinna að loftslagshlutleysi þegar við erum að vinna, eða þegar við erum kannski ekki að vinna í hlutum sem eru sérstaklega teknir fram í taxonomíinu. Ég held að það sé svona kannski stóra skrefið að við þurfum að svona tilíka okkur þessar leiðbeiningar betri ofta á Íslandi
og fylgja svolítið þessum alþjóðlegu straumum skarpar. Og nú ég til dæmis ekki, ég veit ekki hvernig, þú veist, ég hef ekki kynnt mér þetta og ég er ekki mikið í opinberu stjórnsýslunni. Það geti vel verið að ríkið sé bara brjálæðislega mikið inn í þessu, þetta sé allt 100% aligned, en þú veist, verandi bara ég og ekki alveg með þetta á hreinu, þá myndi ég allavega að segja að það lykilatriði væri þetta alignment við þetta, séum við eitthvað að fara að setja okkur markmið eða búa til einhverjar skýrar stefnur sem við þurfum svo sannarlega að gera í loftslagsmálum og í umhverfismálum. Þannig að þú ert kannski svolítið að segja, já, við þurfum að leggja þetta sem þegar hafið, þurfum að kalla það og reynum að samræma það sem við erum að tala þannig að við séum alltaf að tala í sama samhengi. Já, það er rétt og ég held líka Helga komið svolítið góðan punkt hérna bara alveg í byrjunni sem var að það búið að innleiða lög ófjárhagslegar upplýsingar og þetta ekkert, þú veist, í grunninn þetta viðbót við það og ef við bara til dæmis líka bara byrjum á því að vera kannski aðeins svona agaðri þegar kemur að upplýsingagjöf ófjárhagslegar upplýsingar í fyrirtækjum og í opinberum fyrirtækjum líka og förum að greina þessa áhættuna og fleira. Ég held að það sé bara, það ýmislegt sem á leiðinni inn líka sem ekki bara frá Evrópusambandinu eins og ég held að veri mun skarpari kröfur það að fyrirtæki þau skilgreini hverjar eru áhættur tengdar loftslagsmálum og við sjáum það að svona fyrirkomulag eins og TCFD eru að ná rosalega mikilli kjölfestu í fjárfestasamfélaginu og líka í svona public policy málum og ég held til dæmis að við þurfum bara að passa svolítið að vera ekki að dragast aftur úr vegna þess að við erum svo ánægð með hvernig við vorum hversu sterk policy mál við vorum með fyrir 50 árum þegar við byggðum fyrstu vatnsfallsvirkjunar. Ég held að við þurfum að vera meira up to date, við þurfum að eiga þetta samtal allavega, það þarf að vera skarpara sko. Ok, kannski aðeins bara með þetta, þú nefndir að við þegar reglugerð utan stóran hluta af grunninum að þessu flokkunarkerfi. Kannski ef þú getur að sagt okkur frá því, Helga, til staða núna sem við eigum að hlúa betur að? Sko, þetta auðvitað, það vilja, held ég segi bara vilja allir vera eins umhverfissjálfbærir og mögulegt en allt tekur þetta tíma og þetta kostar og svona menn vega og meta væntanlega einhvern veginn ávinninginn eða svona hvað þú vilt fá út úr því. En sko það er þegar ákveðnar skuldbindingar eða skyldur hvað varðar ófjárhagslega upplýsingagjöf í ársreikningalögum og þarna mun þetta bætast við. Það sem auðvitað flækjustigið í þessu felst í því að þú vitir hvað þú átt, þú ert með einhverju starfsemi, að þú vitir nákvæmlega hvað þú átt að setja þarna inn og þú getur verið búinn að meta það sem sagt áður. Þannig að auðvitað þetta er vinna og það að koma sér inn í þetta en ég held sko í stóru og smáu og hvort sem það snýr að opinberum aðilum eða einkaaðilum, fyrirtækjum eða þá fjárfestum, ég held að þetta snúist allt skuldbindingu, bara commitment. Fyrir hvað stendurðu, hvað vilt þú gera og hvernig vilt þú beita þér í þessum málum. Á endanum vitum við öll að það þarf eitthvað að gera og ég held að það sé liðinn sá tími að fólk bara bendi bara á það næsta og segja af hverju ég gera þetta og þú gerir þetta ekki. Og jafnvel þá að það verði einhver seinkun á innleiðingu á þessum reglum hér á landi, við skulum bara reikna með því að það verði ekki. Ég held að það sé bara nálgunin sem maður tekur á þetta, að þá ertu með, þú ert mögulega að selja einhverjar afurðir eða vörur til útlanda, þannig þú vilt vera búin að fara í gegnum þetta og þú getur líka verið að fá fjárfesta erlendis frá sem að bara gera kröfu það að þú sért með þetta í lagi, að það setja nálgast upplýsingar það hvernig þú ert að standa því í þessum efnum. En þetta er kannski ekki eitthvað mjög auðvelt að nálgast en ég meina það bara byrja, það er eins og með marga flókna hluti að maður einhvers staðar það maður að byrja og það er svolítið gaman að sjá hvað bæði Íslandsbanki og Marel, það er ekki eftir neina að bíða, það er bara áfram gakk sko.
Frábæri punktar. Mér langar að spyrja þig, Gunni. Sko, nú eru þið búin að fara í gegnum þessi sjálfbærni rammavinnu, bæði, þú veist, fókuserar á Íslands samfélag og svo í samtali við alþjóðlega banka og erlenda aðila. Og þeir eru líka farin að innleiða allskyns svona nudging, svona hreyfa við litlum og meðalstórum fyrirtækjum þegar kemur að sjálfbærnimálum. Þú veist svona, bara kalt mat, hversu tilbúin erum við til þess að skuldbinda okkur í þetta? Erum við svona tilbúin til þess? Eða hvernig upplifir þú það? Allt í trúnaði? Sko, kannski ástæðan með ég hafði í svona erindinu mínu svona áherslu á tækifæri að þú veist, ég held að Íslendingar, við skynjum ekki alltaf, þú veist, hvernig við stöndum í samanburði við aðra þjóðir en þegar kannski við fáum bara eins og nefna greiningu á hvar við stöndum í innleiðingu heimsmarkmiðanna. Það kom hérna greininguna fyrir á árinu að við værum í sæti nr. 26 og við erum eftir löndum eins og Hvíta-Rússlandi og fleiri löndum sem að svona öllu jöfnum myndum halda við værum framar en meðan að hin Norðurlöndin tróna bara öll við toppinn þá erum við nr. 26. Þannig að þú veist, staðreyndirnar eru við erum með forgjöf, við erum með hreinustu orku í heiminum, við erum bara 350.000, við erum menntuð og klár þjóð og við erum með góða grunnstoðir, lög og reglum fylgt. Það alla forsendur til staðar fyrir okkur að vera í topp 5 í innleiðingu heimsmarkmiða. En við höfum ekki ennþá komist þar og það svolítið naflaskoðun af hverju það og ríkið hefur sett þarna bara mjög jákvætt endur mat á loftslagsáætlun en þetta nær dýpra og ég held að það kannski það sem maður finnur og við höfum áttum samtal við okkar Birgja í Íslandsbanka og settum svona viðmið sem við viljum að Birgjarnir okkar fylgi út frá sjálfbærni og hitt 10 stærstu byrgina og bara mjög fín samtöl. Allir sammála að þetta leiðin til að gera þetta. En svona at the end of the day og kannski kom inn á það sem að Helga sagði, þetta skuldbinding og þetta kostnaður til skamms tíma. Þetta ekkert svona eitthvað sem þú hefur svo kannski var svolítið í gamla daga. Samfélagsábyrgð var í einhverju skúfu í markaðsdeild og þetta var tekið út svona á tyllidögum þegar þurfti á því að halda, gefið fyrir skýrslu. Sjálfbærni bara grjóthart business concept og eins og Þorsteinn nefndi, þú veist, þetta bara komið inn og ef að Marel var ekki sinnislu þá væri, ég myndi alveg halda að hluta þeirra frábæra gengi tengist þessu. Þeir hafa sinnt þessu rosalega vel og íslensk fyrirtæki það bara staðreynd eins og bara, við erum eftir á heimsmarkmiðum, við erum líka eftir á bara sem business concept og maður finnur það alveg þegar maður tala um forstjóra og framkvæmdastjóra, skilningun voðalega misjafn og þú veist, það kom upp svona, þú veist, einhver dæmi hefur komið upp undanfarið með fyrirtæki sem að hafa gert mistök og þá allt í einu verður þetta samfélagslega ábyrgð rætt rosalega mikið í fjölmiðlum en yfirleitt bara neikvæða nótum og það alveg fullt af fyrirtæki sem kannski standast vel. Þannig að ég held að þú veist, kem aftur að þessu, stjórnendur og fyrirtækja og stjórnir þurfa að fara að kynna sér miklu meir og setja þetta í forgang. Bara eins og þetta með áhættustýringu eða eins og þetta með lögfræðinga eða einhverja, þú veist, í vinnu hjá þér. Þú þarft að vera með fólk sem veit hvað taxonomy þú þarft að vita hvað ESG þýðir. Þú þarft að vita hver loftslagstengda áhættavinir og þess að það. Þannig að þú veist, það engar afsakanir lengur, við þurfum bara að kýla á þetta og þetta sem ég kom inn á, þú veist, hugsum svolítið þetta út frá mannlega þættum. Það þú veist, þetta hugsun að vera hluti af einhverju stærri mann sjálf, það skiptir alveg, þú veist, ef við náum að tengja við þetta, þá verða hitt svona, þarf að kyngja því að borga fyrir einhvern ráðgjafa, kostnað þar, þá verða það auðveldara. Mér finnst líka bara frábær punktur þetta með eins og stjórnir og forstjóra framkvæmdastjóra í alvörinu val að vera ekkert að pæla í sjálfbærni vegferðinni af því að ég held að við fáum öll svona spurningar af og til, þú veist, hvað á fólk að gera til að byrja að kynna sér þetta og maður hugsa bara, við ættum að vera löngu að byrja á þessari vegferð í rauninni, sko. Heima sér festu, mjög gott að byrja
þar, þú veist ekkert, farðu á heimasíðu Festu, það er búið að Já. leggja mikla vinnu í það og það er mikið efni þar og þú veist, og maður er alltaf til í samtali, þú veist, þú veist, persónulega og ég veist ekki Þorsteinn og Helga líka, að þú veist, bara að keyra á góð mál, þú veist, þetta er eitthvað sem að nær út fyrir mig sem starfsmann Íslandsbanka eða þú veist, þetta er bara eitthvað sem maður vill sjá að Ísland dafni og þú veist, nú voru mikið talað eins og ferðaþjónustuna, hvernig ætlum við að byggja upp núna eftir COVID og þú veist, við erum svo mikið tækifæri þar, þú veist, ímyndið ykkur ef að ferðamenn kom inn og setjast upp í rafbíl, keyra á, þú veist, á fallegu grænu landi og þú veist, hótelin eru búin að umhverfisvottuð og við náum að fara, við notum landbúnaðurinn okkar stendur sig í þessum málum, sjávarútvegurinn, þú veist, ef við bara allt helst svona í hendur, gríðarleg tækifæri. Þetta er bara, þetta er no-brainer fyrir Ísland. Bara frábært. Það eru komin tvær mjög skorinartar spurningar sem ég ætla að spyrja ykkur öll þrjú, bara ef ykkur, þið ráða hvort þið kommentir á báðar eða aðra þeirra, hvernig sem er, en frá Rakel Efer sem er Deloitte, takk öll fyrir frábæra fund, tvær einfaldar spurningar og endilega leiðréttið mig ef ég er að hugsa þetta rangt og þetta er í chatinu. Fyrsta spurningin er til dæmis enginn af lífeyrissjóðunum á Íslandi bjóða upp á græna leið í skyldusparnaði og eða séreignarsparnaði? Hvernig muni lífeyrissjóðirnir geta tileinkað sér og unnið eftir þessari löggjöf? Og hér líka hvet ég þá, ef það er einhver fulltrúi hér frá, ég sé nokkur frá lífeyrissjóðum að chippa inn. Spurning númer 2, ef það er engin verðbréfasjóður á Íslandi fyrir utan græna skuldabréfasjóðin hjá Íslandssjóðum, bjóði almennum fjárfestum að fjárfesta í grænum eða sjálfbærum lífeyrissjóði, hvernig muni þeir geta aðlagað sig að þessu? Ég segi þeir því meiri hlutin á sjóðunum er stýrt af karlmönnum. Helga, vilt þú byrja? Já, ég skal taka eins þennan bolta. Þetta er mjög góða punktar, því að sko, það er í rauninni þannig að þetta kerfi mun ekki ganga nema það verði allir þáttakendur. Það er að segja að fjárfestar sýni því áhuga að þeir vilja fjárfesta og setja peningarnir sína þar sem að hugað er að umhverfi sjálfbærni og þar með verða fyrirtækin eða starfsemin fyrir að setja fókus á það og þannig verða til afurðir sem að lífeyrissjóðir geta fjárfest í eða aðrir sjóðir, verðbréfasjóðir, þar sem að það er búið að taka inn þessi markmið og þessar hugmyndir. Þannig að það er ekki fyrr en þú ert í sjálfu sér komin með einhverja afurð eða þú stofnar sjóð þar sem að þú bara græna sjóð og þú, það er ákveðin viðmiðið það hvað má fara, hvaða eignir eða starfsemi má fara þar inn til þess að það teljist grænt. Þannig að sko punkturinn er eiginlega sá að þetta setur ekki skyldur á lífeyrissjóði eða verðbréfasjóði nema að því marki sem afurðnar eru til. Þannig að þetta byrjar ekki eiginlega hjá þeim, heldur er það svona kannski, þriðja stoppistöð. Þú veist, fjármagnið þarf að vera búið að tala, starfsemin þarf að hafa átt samtali við peningarna og svo ertu komin þarna, þetta er kannski svona eins konar hringur. Frábært. Gunni, vilt þú næst? Já, sko, maður er búin að hugsa þetta mikið, sko, og ég held að þetta er alveg rétt sem að Helga segir. Við þurfum náttúrulega að vera fjárfestingartækifæri til þess að geta sett fleiri svona sjóði og þannig að þetta virðiskeiða nær alveg sko, frá fjárfestinum og til fyrirtækjana og við Íslendingar bara verður að segjast erum ekkert rosalega góð að leita okkur vottana og sjáum ekki oft tilganginn með að vera að fara. Þetta er bara grænt og við erum ekkert að spá í þessu. En það er ekki nóg fyrir taxonomy. Það mun ekki koma þér inn fyrir þröskuldinn. Segja bara þessi grænt. Þannig að þetta er eitthvað sem að, og ég finn alveg, hjá lífeyrissjóðunum og þeir skrifa undir þessi yfirlýsingu, þeir eru að færa sig, þeir langar að gera meira, held ég, allir flestir. En það er náttúrulega spurningi með ávöxtun og þeir eru undir pressu þar
og það sem svo gaman að sjá núna og jákvætt að í COVID ástandinu og þá outperformuðu ESG-sjóðir venjulega sjóði. Sem eru sjálfbæri fjárfestingarsjóðir, eða ekki? Já, það eru sjóðir sem fylgja það ESG. Og þetta það sem vekur mér vonum að lífeyrissjóðirnir á Íslandi fara að horfa meiri í þessi mál. Því þetta góð ávöxtun líka. Þetta ekki eitthvað charity pick, sko. Þetta ekki eitthvað að vera að styrkja einhver fyrirtæki. Þetta bara dúndur hagnaður fyrir fyrirtæki líka, fyrir lífeyrissjóðin. Þannig að þetta helst í hendur, en til þess þurfa náttúrulega sko, fyrirtækin að fara í ákveðna grunnvinnu og fá sér tilhliðilega vottanir eða búa til, þannig að reksturinn það samræmist ESG eða taxonomy. Þorsteinn? Já, ég held að, þú veist, við þurfum líka að hugsa að þetta sko, taxonomy per se, þessi flokkunarreglugerð frábært svona tól til þess að sýna ykkur, þú veist, alveg bara svona, það sem á að gera að sýna ykkur svona clear pathway to net zero í economies. Og það eitt sem við þurfum alveg klárlega að vera að horfa á. Þú veist, þarna verið að setja bara inn atvinnugreinar sem að geta leitt okkur inn í kolefnishlutlausan heim. Og ég held að það sé líka mikilvægt að hugsa þú veist, að það gerist ekki eittur og bingo og við þurfum að nýta okkur það að það líka grænar lausnir eða transitional activities í hinn og þessu það sem við þurfum að taka til greina. Og ég held að við þurfum bara, sko, varðandi grænar fjárfestingar og varðandi það hvernig við getum kannski svona, já, hvernig lífeyrissjóðirnir og fleiri geta stigið betur inn í þetta, þá held ég að við þurfum kannski bara að vera með svona einhverja skýrari ramma nýta okkur svona, eins og taxonomy, nýta okkur þetta sem tól til að búa til svona ramma hérna á Íslandi það hvernig við viljum fjárfesta. Við viljum, þú veist, ríkisstjórnin hefur sett sér markmið að vera kolefnishlutlaus árið 2040 ef mér skjáttlast ekki og lífeyrissjóðirnir örugglega mikilvægasti leikmaðurinn í að ná því fram með ríkinu. Það ekki stærsti fjárfestingaraðilarnir hérna á Íslandi og ef ríkisstjórnin ætlar að setja sér þessi markmið en lífeyrissjóðirnir og fjármálakerfi á Íslandi ætlar bara einhvern veginn að vera á hliðarlínunni og fylgjast með, þá munum við ekki ná því. Þannig að ég held að við þurfum að setja okkur skýrari stefnu í því hvernig við ætlum að ná þessu. Þarna til dæmis bara tökum sem dæmi eins og varðandi vistvænar samgöngur, það mjög skýrt hvað flokkast undir vistvænar samgöngur í taxonomy, hvaða fólksflutningsbifreiðar, hvaða stærri bifreiðar, hvaða lestarkerfi og fleira flokkast þarna undir. Það mjög skýrt að til 2025 þá eru bílar sem eru með minna en 50 grömm af CO2 á hlutfallinu sínu í útblæstri þeir eru flokkaðir sem sjálfbærar farþegaflutningsbifreiðar en eftir 2025 þá eru það bara rafmagnsbifreiðar. Þannig að til dæmis ef Ísland ætlar raunverulega að vera mjög metnaðarfullt í þessu, ef lífeyrissjóðirnir ætla að vera mjög metnaðarfullir í þessu, ef fjármálageirinn ætlar að vera mjög metnaðarfullur í þessu, þá myndi ég segja það ætti bara að vera viðmiðin til dæmis. Frábært að nýta taxonomy textan í að setja bara skýra ramma það hvernig við ætlum að fjármagna orkuskiptin í samgöngukerfinu. Svona mætti grípa alveg skriljón dæmi sem eru tekin alveg rosalega skýrt fram og ég held að við þurfum bara við þurfum bara að stíga þessu upp. Ég svona líka bara að lokum, ég held að skipti bara miklu mála við tölum aðeins meira saman að við hjálpumst að og einmitt svona fundir eru ótrúlega mikilvægir þar sem að sjáum til dæmis hvað Gunnar og Íslandsbanki eru búin að vinna mikið brautryðjendastarf að okkar bestu lögfræðistofur þær séu að reyna að vera á undan og hjálpa til við að koma þessum skilning áleiðis út í samfélagið. Þetta segir okkur líka bara hvað festa náttúrulega gífurlega mikilvægur vettvangur til þess að leiða mismunandi hagsmunaaðila saman á borðinu og við þurfum einhvern veginn að rífa þetta samtal upp á svona ekki bara, upp úr bara að vera svona samtal og kannski í meiri aðgerðir. Ég held að það sé lykilatriði, sko.
Takk fyrir þetta. Þetta eru frábærir punktar hjá ykkur öllum. Það fer svona lífið að lokum. Er eitthvað sem að... Já, Þórey frá Landssamtök lífeyrissjóða. Ég vildi bara þakka fyrir frábæran fund. Mér finnst þetta ofboðslega áhugavert og ég veit að það er mjög mikið gerjun og mikill áhugi með lífeyrissjóðana á þessum málaflokki. Eins og þú þekkir, við höfum verið að vinna saman, Landssamtökin og Festa með stjórnvöldum og fórum með þessa yfirlýsingu sem er náttúrulega bara mjög gott og stórt skref og við erum bara rétt í startholunum og eins og ég segi að við eigum að standa okkur mun betur í samanburði. Við séum nú með 26 á listanum þegar Norðurlöndin eru öll innan með viðmiðin að við þurfum að gera betur og þetta er svona liður í því og ég bara þakka fyrir frábært erindi og gott framtak hjá Festu að standa að þessum fundi. Bara takk fyrir. Og takk fyrir samstarfi líka með þennan fund og SFF. Tómas? Já, ég má bara til með aðeins að fylgja eftir því sem Þóri var að nefna og skipta máli af því að þú kallaðir eftir einhverjum sjónum yfir lífeyrissjóðunum og ég held að þeir sem búið að nefna á 20-30 sem búið að fundi. Bara frábært að heyra líka að lögmenn eru farnir að kíkja vel á þetta vegna þess að lögmenn mættu taka meira þátt í umræðinu og regluverki. Sko, málið það. Þetta er flókið. Það ég held að sé búið að gerast miklu meira hjá lífeyrissjóðum og öðrum stofnunarfjárfestum svona í þekkingu, uppbyggingu og aðferðafræði heldur en komið hefur fram eða svona er búið að koma í ljós. Og það sem ég tek undir það sem nefnt hefur verið að það vantar vörur og leið að vörurnar verða skilvirkar að þá munu þessar tegundir af fjárfestum eins og verðbréfasjóðir, lífeyrissjóðir, tryggingafélög koma miklu sterkar inn. Þetta er ennþá allt of flókið, það vantar svona samræmdara tungumál og þess vegna er þessi aðferðafræði eins og EU-taxonomy, vottuð skuldabréf og svo framvegis algjört lykilatriði. Lífeyrissjóðirnir hafa heimildirnar, okkur ber að setja okkur siðferðileg viðmið í fjárfestingum. Þetta er lykilatriði í áhættustýringu og eins og líka nefnt hefur verið, það er hægt að sækja í þetta umfram ávöxtun, þessi aðferðafræði. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að svona næstu misserum að þá sjáum við afrakstur af þeirri vinnu sem verið er svona að vinna að að byggja þekkingu, vinna í menningunni. Ég held að við getum séð mjög flott framfaraskref núna næstu fá misserum. Frábært. Takk fyrir þetta líka, Tómas. Mér langar kannski aðeins bara að nefna það sem er búin að liggja í loftinu sem þá viðbót, það er svo margir góðir punktar búin að koma fram, sem þá viðbót við það sem hefur verið rætt komið það fram hjá Þórey og Tómasi til dæmis að það er margt gott starf sem verið er að gera og við kannski vitum ekki alveg af því. Þetta á við svo víða í íslensku atvinnulífi. Þetta eru fyrirtæki, þetta eru fjárfestingaraðilar, þetta er líka bara í heimi nýsköpunar og þegar við erum að fara á alþjóðlega markað og svona, að það sem að vantar svolítið hjá okkur heilt yfir, það er narratífan. Það er að segja í fyrsta lagi frá hvað við erum að gera og segja það á þann hátt að það skilst inn í stærra samhengi. Þannig að mér langar bara svolítið að undirstrika þetta með frásögnina, þú veist, sögusögnin, að setja á síðurnar að segja frá, setja í samhengi við eitthvað annað sem er að gerast og svona vegna þess að þetta hjálpar okkur öllum að skilja, þú veist, hvert við erum komin og hjálpa stað og tala hvort annað upp eða áfram. Og þetta hjálpar líka við að segja þá frá því mikilvæga og góða sem er að eiga sér stað í átt að framþróun þegar kemur að sjálfbærni og bara því hvert heimurinn er að stefna í stóra samhenginu vegna þess að þessi þróun er að gerast hratt. Og það er annað sem að mér finnst ég hafa numið á þessum fundi, það er að það skiptir okkur rosalega miklu máli einmitt af því að við erum svo lítil þjóð á eyju í norðri að vera vel að okkur í alþjóðamálum. Og vera vel með puttan á púlsum hvað er að gerast þar vegna þess að við njótum ótrúlega forréttinda og getum farið rosalega hratt áfram ef við viljum. Við þurfum bara svolítið að hafa skýran fókus á að hlúa að okkar innanlandsmálum en vera algjörlega með puttan á púlsunum alþjóðlega. Klukkan er 10:30 og mér langar að þakka ykkur Gunni, Þorsteinn og Helga alveg kærlega fyrir frábær erindi og bara flott samtal í aðdraganda fundarins. Það er svolítið langt síðan við ákveðum að hafa hennar fund. Við langar að þakka samstarfsaðilum okkar hjá Landssambandi lífeyrissjóðanna og Samtök fjármálafyrirtækja og ég bara
góðan dag allsumul og takk fyrir daginn og góða helgi. Takk sömuleiðis. Góða helgi. Takk sömuleiðis. Takk fyrir, góða helgi. Kannski bara bæta við að fundurinn verður á síðunni, á Facebook síðunni í 2 vikur lifandi, ef þið viljið deila með öðrum. Við langar líka að bæta við að þeir sem voru með glærur eru tilbúin að deila þeim líka. Við setjum þá á síðuna og svo var það Gunni eða Þorsteinn sem að bauð ykkur bara að slá á þráðinn og ræða málin. Ég geti búið okkur báða fram. Já, og býð bara Helgu líka frá fyrst í byrjun. Why not? Við sjáumst. Takk fyrir. Takk fyrir. Bye. Yes.